have it now. I'm laying it at your feet. Syngjum þetta saman. Oh, Jesus. You have every failure, God, and you have every victory. Syngjum þetta einu sinni enn saman. Jesus hefur sigrað. Amen. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you have every victory. Já, ég var spurður að því hvort að hérna fyrir samkomuna, hvort það þyrfti ekki að setja ræðumönnum takmörk. Það var ég sem talaði hérna 2 tíma síðastliðinn sunnudag. Þannig að ég sagði, jú, nú verði ég að reyna að toppa hann. Nei, ég ætla ekki að reyna það. Ég mátti til með að allavega þykjast. Þeir töluðu svona í Nýja testamentinu að þá talaði Páll alla nóttina og það var einn sem dó undir ræðunni, þannig að hann sofnaði og hann datt niður og hann dó, en Páll hann hafði það sem til þurfti til að reisa hann á fætur og hann fekk lífið aftur. Það vers sem að mig langar að byrja hérna á í 1. Pétursbrefi 4:7 og 1. Pétursbref 4:7. Síðan ætla ég að lesa hérna nokkur biblíuvers. Þar segir, en endir allra hluta í nánd. Endir allra hluta í nánd. Verið því gætnir og algáðir til bæna. Verið því gætnir og algáðir til bæna.
Amplified Biblían segir að við erum komin á þann tíma að allt sé að ná ákveðnu hámarki og þess vegna þurfum við að vera í balans og bænalífið okkar við þurfum að hafa hugan á Guði, segir Amplified Biblían á þessum stað og íslenska þýðingin segir að við þurfum að vera gætin og algáð til bæna. Af hverju? Jú, við þurfum að á þessum tíma þá þurfum að vera tengd við okkar heimaland. Við þurfum að vera tengd við heimilið okkar sem himinin núna en verður síðan hin nýja jörð og nýji himin. Þannig að endir allra hlutir í nánd, verið gætnir og algáðir til bæna. Ég ætlaði að hafa svona orð bænahúsið og ég ætla að gera það en Guð talaði svona inn í hjarta mitt á þessum morgni og það voru ritningar sem komu upp þegar ég var að undirbúa mig og ein af þeim í Jesaja 50 og Jesaja 59, 15-16 þar sem okkur sagt að sannleikurinn, ef við byrjum frá 14. versinu, Jesaja 59, Jesaja 59, vers 14. Rétturinn hrækinn á hæl og réttlæti stendur langt í burtu. Því að sannleikurinn hrasa á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að. Sannleikurinn horfinn. Og sá sem fyrrist það sem illt verður öðrum að herfangi. Og ég las þetta í nokkrum þýðingum og ég skrifaði þetta inn í biblíuna mína fyrir mörgum árum. Sá sem fyrrist það sem illt það skjótt ráðist á hann. Ein þýðing segir, sá sem vill snúa sér frá hinu illa, hann verður fyrir aðkasti, það ráðist á hann, hugsið ykkur. Það einhver sem vill snúa sér frá hinu illa og það ráðist á hann. Og það svolítið merkilegt í þessum heimi sem við lifum í dag að þá eru alls konar mál í gangi og eitt af því svo kallað trans að ég skil ekki hvernig allt í einu allur heimurinn virðist vera orðin trans í dag en ég hef lesið fólk sem vil snúa sér frá og hefur gert, snúi sér frá þessum lifnaði og það ráðist á það. Þá það ekki lengur frjálst. En ef þú vilt verða, finna því í öðrum líkama í dag, þá átt að vera frjálst til þess, en ef þú vilt snúa þig frá því, að þá ekki lengur frjálst til þess. Þá ráðist á þig. Og þetta þessi heimur sem við lifum í, sannleikurinn horfinn, réttlætið stendur langt í burtu og ef þú vilt snúa þér frá hinu illa og gera það sem rétt, þá alltaf einhverju til að ráðast á þig. Og drottinn, hann fylgist með, við lesum hérna áfram, drottinn hann sá það og honum mislíkaði réttleysið. Og hann sá að þar var enginn og hann undraðist að enginn vildi ískerast. Og það var þetta vers sem hitti mig í morgun. Drottinn hann sá að það var enginn fyrirbiðjandi. Enska biblían segir það var enginn intercessor. Það var enginn fyrirbiðjandi. Og það var það sem að drottinn var ekki ánægður með en það sem gleður mig þegar ég las kaflan áfram var að Guð, hann kom sjálfur niður. Hann íklæddist réttlætinu sem brynju og hann kom sjálfur niður og greip inn í. Og systkini, ég trúi því að Guð muni sjálfur koma niður á þessum dögum og grípa inn í á ný. Vegna þess að þetta orð var ekki bara fyrir þennan tíma, þetta orð líka
fyrir okkar tíma. Og Guð ennþá Guð, það var Guð sem skapaði mannin og það var Guð sem sagði okkur hvernig maðurinn ætti að vera. Hann skapaði þau karl og konu og þannig var það og þannig það. En það óvinnur okkar djöfullinn sem gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt til þess að skemma og eyðileggja það sem Guð hefur skapað vel. Amen. Og það þess vegna sem við þurfum sem kirkja að koma núna inn í bænahúsið. Og það bænahúsið sem ég talaði hérna fyrir nokkrum árum og ég vil tala það aftur vegna þess að kirkja Jesú Krist þarf að koma inn í bænahúsið. Og hvað þetta bænahús? Það hús Guðs. Jesús Kristur, hann gekk og hann var mjög reiður þegar hann var búinn að sjá að það var búið að gera hús Guðs að einhverju öðru heldur en það átti að vera. Alveg eins og hann reiðist yfir því þegar verið að taka það sem hann hefur skapað og verið að gera það einhverju öðru en það á að vera. Jesús Kristur, hann kom og hann byrjaði að reka út þá sem voru að versla og þá sem voru að gera eitthvað annað heldur en að biðja í bænahúsinu. Og bænahúsið, Guðs hús, sjáðu til við gleymum stundum að ef það Guðs hús, hver þá þar? Það Guð. Guð á heima þar. Guð á heima þar. Og þú kemur ekki með hvað sem inn á heimili Guðs. Þú kemur bara með það sem Guð vill fá inn í sitt heimili. Við verðum að lúta því að Guðs hús Guðs hús. Hann á það. Hann á heima þar, hann býr þar og hann ræður því alveg hverjir koma inn og hverjir koma ekki inn. En þú segir, Guð, ég meina, ekki allir velkomnir? Jú, það allir velkomnir. En þú kemur inn dyrnar. Þú ferð ekkert annar staðar inn. Og þú kemur inn aðeins ef þú leyfir honum að hreinsa þig. Vegna þess að það var siður í Ísrael í gamla daga að það voru þvegnir fætur áður en fólk kom inn í húsið. Og það var fallegur siður, góður siður og það var gesturistni. Og ef þú ætlar að koma inn í Guðs hús í dag, þá það Guð að fá leyfi til þess að hreinsa þig. Það var maður sem hét Pétur einu sinni og hann vildi ekki leyfa Jesú að þvo fætur sína. Og Jesú sagði við hann, ef ég fæ ekki að þvo þér, þá eigum við bara enga samleið. Og það eins með Guðs hús, þú kemur inn eins og hann vill hafa þig og á hans forsendum. Hann Tómas Jakobsen var hjá okkur hérna síðustu helgi og hann sagðist hafa spámanlegt orð til okkar og það var úr Jesaja 52, það voru fyrstu 2 versin. Og það merkilega við þetta var að þetta orð eitthvað sem ég talaði hér út líka sem spámanlegt orð fyrir 30-40 árum og ég man að það var tekið upp á vídeo og þetta var svo lifandi fyrir mér að þetta var eitt af því fyrsta sem Omega gerði. Það var Eiríkur og hann hérna, hvað heit hann, Sverrir sem voru hérna þá. Og versið hljómar svona og mér langar að lesa það fyrir okkur vegna þess að hann Tómas kom með þetta hérna á laugardagskvöldið minni mig og hann sagði vakna þú, vakna. Ef þú ert vakandi þá hætti ekki að vakna. Það hlýtur að vera einhver sem sofandi sem þarf að vakna. Þeir sem eru vakandi þurfa ekki að vakna og það ekki verið að tala við þá, það verið að tala við þá sem eru sofandi, þeir þurfa að vakna. Jesaja 52 vers 1 og 2. Vakna þú íklæð þig styrk þínum, Síón klæð þig skartklæðum þínum, Jerúsalem þú hinn helga borg.
Því engin óumskorin eða óhreinn skal framar inn í þig ganga. Það eru nokkur atriði sem ég sá hér að þú áttir að íklæða þig einhverju sem þú áttir en varst ekki klæddur í. Og það styrkur þinn, það styrkur Guðs. Og þú áttir líka að fara í skartklæðin sem að þú áttir en varst ekki í. Alvæpni Guðs, við getum sagt það. Og síðan kemur eins og þáttaskil. Það verið að boða hér ákveðin þáttaskil. Ekki lengur skal neinn óumskorinn eða óhreinn. Og hvað þýðir að vera óumskorinn? Í Kólossabréfinu er talað umskurð hjartans. Það er talað að hjört okkar eru umskorinn. Það er eitthvað sem gerist innra með okkur. Guð fær að setja hönd sína á okkar líf og hann umsker hjörtu okkar. Síðan segir engin óhreinn skal framar inn í því ganga. Þannig að það munu verða þáttaskil að sem þýðir í rauninni það sem ég hef heyrt predikað síðustu 40 árin frá spámönnum Guðs að það mun verða aðskilnaður. Hinir syndugu mun ekki lengur standast í söfnuði réttlátra. Ef þú ert með synd í lífiðinu, þá mun þér líða svo illa að þú getur ekki verið inn í Guðs húsi. Það bara verður þannig. Og það er þessi þáttaskil sem ég segja spámaður er að boða í dag. Að syndugir, sálmurinn segir þetta fyrsti sálmurinn, að syndugir mun ekki standast í söfnuði Guðs. Vegna þess að þeim líður illa þar, þeir vilja ekki vera þar. Að söfnuðurinn verður tekinn á þann stað að hann verður aftur Guðs hús. Síðan segir, hrist af þér rykið, rís upp sest í sæti þitt í Jerúsalem, losa þú af þér hálsfjötra þína, þú hinn hertekna dóttirinn Síón. Hér er Guð að tala til Ísraels manna sem höfðu verið í herleiðingu í 70 ár. Og hann er að segja þeim að þeir séu orðnir frjálsir. Af hverju þetta hann að segja þeim? Þeir hegðuðu sér ennþá eins og þeir væru þrælar. Nákvæmlega eins og kirkja Jesú Krist gerir í dag. Hún virðist vera með hálsfjötra og hún hegðar sér eins og hún sé í þrældómi og Guð er að kalla hana til þess að vakna, rísa upp og setjast í það sæti sem hún á. Sætið sem er fyrirbúið eins og Efesusbréfið segir með Jesú Kristi í himinhæðum. Halleluja. Þannig að við þurfum að sjá að meiri er sá sem í oss er en sá sem í heiminum er. Við höfum beðið hér í 5-6 ár þessa bæn og Sálmi 125:3 veldisbroti guðleysisins skal ekki lengur hvíla á landi réttlátra. Og þegar ég verið að biðja undanfarna daga, þá hefur bara hljómað í anda mínum, veldisbroti guðleysisins er fallinn. Hann er fallinn yfir Íslandi. Hann er fallinn. Guð er kominn niður og hann ætlar að vera meðal síns fólks. Hann ætlar að búa í sínu húsi og hann er að segja þetta við okkur að engin óumskorinn eða óhreinn skal framar innganga. Það mun verða aðskilnaður, annarkvort fylgjiru Jesú Kristi eða þú fylgir sjálfum þér og heiminum. Það verður algjör aðskilnaður fyrir þá sem vilja fylgja Jesú Kristi og þeir munu verða hrifnir upp á skýjum himins þegar að Jesús innan skams kemur aftur á ný til þess að hrífa þá sem hann elskar til sín og Biblían kallar brúði Krists. Þannig að við skulum lesa hér textan í Matteus sem að þar sem við sjáum Jesú koma inn í helgidóminn og þetta er frá 12. versi 21. kapli. Hann gengur inn í helgidóminn og hann rak út alla þá sem voru að selja kaupa, hratt borðum víxlarana, stólum dúfnarsalana. Mælti við þá, ritaðir hús mitt á að vera bænahús. Þér gjörið það ræningjabæli.
og það segir hér að í Jóhannesar Guðspjalli líka, þegar lærisveinarnir sáu þetta, það sama saga, þá það segir í öðrum kaflanum 17. vers, Jóhannesar Guðspjall 2. kafli 17. vers, að lærisveinarnir þegar þeir sáu þetta, þá segja þeir 2:17, lærisveinum hans kom í hug, ritað vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Og þetta sama orð og notað í Jesaja spádómsbók 59 þegar Guð kom niður, að hann var vandlætingasamur yfir því sem var að gerast. Þetta sem ég las að sannleikurinn væri horfinn, réttlæti stendur langt í burtu. Jesaja 59, 20, ég ætla bara að lesa það. Jesaja 59, 20, svo við sjáum samhengið að það er það sama sem að gerast í spádómsbók Jesaja og Jesús Kristur gerðis sjálfur. Hann segir, það í versi 17, hann klæddist klæðum hefndarinnar sem fati, hjúpaði sér vandlætinu eins og skikkju. Sko, Guð kemur niður og hann hefnir, hann refsar þeim sem fara með ranglæti, þeir sem eru að mismuna, þeir sem eru að kefja orð hans. Hann mun koma, hann mun dæma lifendur og dauða. Og hérna vandlætið aftur. Og vandlætið, ég fletti þessu orðu upp og það þýðir eitthvað sem sagt með miklum ákafa og jafnvel ofsa og nálgast því að vera reiður. En hér sjáum við að Jesús Kristur, hann kemur inn og hann byrjar að reka út. Og svo lesum við næsta vers og þá sjáum við blindir og haltir komu til hans í helgidóminn og hann læknaði þá. Og það sem að talaði virkilega til mín var hér að þegar húsið hreinsað, að þá byrja lækningarnar og kraftaverkin að gerast. Þegar Guð fær sitt heimili aftur til sín, og hann fær að hreinsa húsið, að þá byrja tákn og undur að gerast. Og það er svo merkilegt, ég hef sagt áður, að kirkjan, hún getur svo oft safnað saman, og hver sem safnað saman fólki gott málefni, en þetta með bænahúsið, það sem að Guð sagði okkur að gera, að það alltaf erfiðar að fá menn í stríð. Við sjáum það í Rússlandi, þegar Pútín kallaði til stríðs, að þá voru margir sem flýðu land og fólk vildi ekkert fara í stríð. Og minnst þetta svo líkt bara kirkjunu okkar, að fólk vill bara hafa það þægilegt, það vill ekkert vera í einhverju bænastríði. Til hvers? Jesús búinn að frelsa mig og ég bara góður. Já, en Biblían segir að þetta snýst að við vinnum verk hans sem senda okkur. Biblían segir að þetta snýst það að við, samkvæmt 2. Korinthubréfi 5:20, að við biðjum Krist í stað. Til þess bænahúsið. Kirkjan hús Guðs til þess að Jesús Kristur fái að vinna verk sitt í gegnum okkur. Og bænahúsið til þess að við tökum þessa stöðu Krists, við biðjum Krist í stað. Og hvað var það sem Jesús kendi að við ættum að biðja? Jú, hann sagði, við biðjum, komi ríki þitt, komi ríki þitt, verði þinn vilji. Og sjáðu, á öðrum stað segir Jesús, vertu ekki hrædd litla hjörð, þegar þetta kall gengur út, vertu ekki hrædd, föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Og við sjáum hvernig ríkið kom með krafti á hvítasunnudag, og við sjáum í Postulasögunni 5:16 hvernig ríki Guðs var mitt á meðal þeirra í bænahúsinu, að það læknuðust allir. Það læknuðust allir. Og við stefnum aftur þangað. Við stefnum á það að taka við þessu Guðs ríki sem hann hefur gefið okkur.
eins og ég segja, spámaður sagði, rís upp, sestu í sæti þitt, klæddu þig skartklæðum þínum, leystu af þér hálsfjötrana. Við þurfum mörg á lækningu að halda. Ég þarf sjálfur á lækningu að halda. Og ég treysti því að Guð sé læknirinn minn. Ég las í gær eða fyrradag að hann fyrirgefur alla misgjörðir og hann læknar öll okkar mein. Og það ekkert sem er betra en bænahúsið til þess að fá lækningu, vegna þess að við lesum hér blindir og haltir komu til hans í helgidóminn og hann læknaði þá. Blindir og haltir komu til hans í helgidóminn og hann læknaði þá. Þetta var þjónusta Jesú Krists og hún hefur ekki breyst. Það erum við sem höfum breyst. Við þurfum að koma aftur, rísa upp eins og spádómsorðið kom til okkar, setjast í sæti okkar, klæðast skartklæðum okkar á ný, hrista af okkur rykið, leysa af okkur hálsfjötrana og vinna verk Jesú Krists. Þegar þeir komust saman, þá hrærðist staðurinn. Það var ekki af því að einhver stappaði í gólfið, það bara hrærðist staðurinn undan krafti Guðs þegar þeir voru að biðja saman. Og Guð vill aftur fá að hræra staðinn sinn með sínum krafti. Spurningin er bara, viljum við vera með? Viljum við vera með? Jesús sagði líka, mitt ríki er ekki að þessum heimi og hans skilaboð til okkar í dag, við skulum ekki lifa þar. Endir allra hluta í nánd, þeir að ná ákveðnu hámarki, við skulum hafa hugan í heimalandinu sem er hjá honum við hásæti hans. Við skulum hugsa það sem hið efra. Réttlætið horfið, sannleikurinn horfinn, en Jesús Kristur, hann situr ennþá í hásæti sínu. Guð ekki horfinn. Hans ríki hér á jörð og það hið innra með yður. Það hið innra með yður. Jesús Kristur gekk kringjörði gott. Hann græddi alla þá sem að djöflunum voru undir okaðir. Hann græddi alla. Amen. Halleluja. En við þurfum þetta tímabil sem við erum að ganga í gegnum. Ísraelsmenn gengu gegnum tímabil eins og við, og vitið hvað Ísraelsmenn gerðu? Þeir fóru inn í bænahúsið, 2. Mósebók 2:24, og þeir byrjuðu að andvarpa og þeir byrjuðu að ákalla Guð og Faðir. Og hvað sagði Guð og hvað gerði Guð? Hann sagði við Móse, ég ætla að koma niður og ég ætla að leiða mitt fólk út. En málið var það að það breyttist ekki þó að Guð segði þetta. Þegar þeir heyrðu orðið, þá byrjuðu þeir að lofa Guð og það var svona góð lofgjörðar samkoma að reisa halleluja in the presence of my enemies. En svo bara var óvinnurinn sterkari og þrengingarnar urðu meiri sjúkdómarnir urðu meiri, þeir þurftu að vinna meira og það fyrsta sem þeim datt í hug var að grýta Móse og Aron, predikarana. Og þeir gerðu það nú samt ekki, en málið, það sem mér langar að við sjáum hér að Guðs áætlun breyttist ekki. Guð var ennþá kominn niður, við sjáum það ekki endilega hér, en hann var þar. Hann var þar og Guð segir við Móse, Móse byrjaði að kvarta og segir, Guð, þú ætlar að gera þetta og þú ætlar að leiða okkur út og hvað í gangi, Guð? Og Guð segir bara við hann, heyrðu, nú skaltu bara sjá hvernig ég leiði Ísraelsmenn út með miklum krafti. Og ég trúi því að það það sama og Guð segja við okkur í dag. Við skulum bara sjá hvað Guð vill fá að gera á meðal okkar vegna þess að hans áætlun hefur ekki breyst þó að sannleikurinn sé horfinn, þó að rétturinn standi langt í burtu, þá Guð ennþá Guð og hann hefur allt vald á himni og jörðu og hann máttugur að vitja síns líðs og leiða hann út.
Þannig að bænarhúsið, þegar við byrjum að ákalla Guð og leita Guðs og gera hans hús að því húsi sem það á að vera, það opnar dyrnar fyrir Guð að koma inn. Þegar hans fólk kallar hann niður, þá kemur hann niður. Halleluja. Þannig að bænahús opnar dyr fyrir Guðs ríkið. Og það svo merkilegt sískinni, það margir sem segja, já við verðum að fara í trúboð, já ég bið Guð að reisa upp sterka trúboða, ég elska sterka trúboða. Ég verið að fylgjast með einum í Bandaríkjónum sem hefur verið út á götunum og Guðs smurning og kraftur yfir honum. En það eitt annað í sambandi við það að fólk taki á móti Jesú Kristi, að Jesús Kristus segir í Jóhannesar Guðspjalli 6:44, Jóhannes 6:44, það kemur enginn til mín nema Faðirinn sem sendi mig dragi hann. Og hér kemur þjónusta þín og mín inn, þú byrjar að biðja fyrir ástvinum þínum og Guð byrjar að draga þá. Ég man það að ég var uppalinn á kristnu heimili og það kom sá tíma að ég vildi ekkert með þetta bull eins og ég kallaði það þá hafa að gera. Og mamma var að segja eitthvað, Kristín, þú þarft á Jesú að halda. Æ, mamma, hættu þessu kjaftaði. Ég vil ekki hlusta á þetta. Mér fannst það svo væmið og mér fannst það bara svo mikið bull og rugl og ég vildi bara fara mína leið. Og svo man ég að vini mínu voru að koma til mín og þeir segðu, Kitty, heyrðu, þú varst nú einu sinni hérna með okkur. Þú ætti að fara að koma aftur. Og ég man að vinu minn einn mjög viljasterkur og ákveðinn, Halldór Pálsson heitir hann, ef hann horfir. Hann lokaði mig inn í bíl og sagði, Kitty, nú er tíminn. Og ég sagði, nei, vinnur, ekki aldeilis, ekki núna. Annar góður bróðir kom, voru tjaldsamkomur á Akureyri og sagði, Kristín, af hverju kemur ekki núna? Ég sagði, ég ekki að koma núna, vinnur. Og svo líða árin. En svo kemur bara tími að það gerist eitthvað innra með mér. Það var alltaf beðið fyrir mér nefnilega. Ég átti foreldra sem báðu fyrir mér. Það var kirkja sem bað fyrir mér. Og einn daginn, það var búið að vera svona 1 ár sem var bara tók. Mig langaði að hitta Guð. En ég vissi, þó ég var alveg upp á kristnu heimili, þá vissi ég ekki almennilega hvernig ég ætti að fara að þessu. Þannig ég fór að múta Guði og ég sagði, Guð, ef þú gerir þetta, þá skal ég koma og gefast þér. Ef þú gerir þetta. En það gerist aldrei neitt. Einn daginn, það var eitthvað sem gerist í hjarta mínu. Ég fer til föður míns og segi við hann, nú vil ég taka á móti Jesú, ég vil gefa honum líf mitt, ég vil gefast Kristi. Og hann segi, já, krúftu hérna. Og það gott að krúpa og auðmýkja sig fyrir Guði. Og ég gerði það og þetta var árið 1977, að mig minni 15. febrúar og þá gafst ég Jesú Kristi og ég hef gengið með Guði alla tíð síðan og ég segi allt þetta til að segja það sem þetta vers segir í Jóhannes 6:44, það kemur enginn til mín, sagði Jesús, nema Faðirinn sem sendi mig dragi hann. Til þess bænahúsið. Sjáðu kraftaverkin sem gerðust á samkomum Katrínar Kuhlmann, það voru yfirleitt einhverjir búnir að biðja og fasta fyrir þessu fólki sem kom og fékk lækningu. Og þess vegna, kæru vinir, rísum upp, setjumst í sæti okkar, leifum Guði að finna fyrirbiðjendur í Keflavík. Það eru mörg spádómsorð sem hanga yfir þessari kirkju, að Guð vilji gera mikla hluti. Sá sem byggði þessa kirkju, hann vænti þess að sjá lækningavakningu. Og ég vænti þess líka að sjá lækningavakningu, að Jesús Kristur fá að koma inn í húsið og byrja að lækna þá sem eru þar. En leifum honum að þvo fætur okkar, leifum honum að hreinsa okkur, leifum honum jafnvel að umskera hjört okkar á ný, að við upplifum okkar fyrsta kærleika, að við verðum yfir okkur ástfangin af Jesú Kristi.
Og þú sem ert að horfa að kristindómurinn, hann snýst ekki boð og bönn, kristindómurinn snýst að við erum elskendur Jesú Krist. Við fylgjum honum af því að við elskum hann. Og það er ekki hægt að vera kristinn nema að gefa Jesú Kristi vald, að leyfa honum að hreinsa þig, leyfa honum að ganga með þér, leyfa honum að taka stjórnina í þínu lífi. Það þýðir að vera kristinn. Ég heiti Kristinn, en það að vera kristinn á þann hátt sem ég að tala þýðir það að ég hef tekið nafn Krist vegna þess að ég vil fylgja honum. Hann er drottinn í mínu lífi. Og það er það sem íslenska þjóðin þarf að halda á, trúarvakning, þar sem að við snúum okkur frá ranglætinu og við sjáum okkur sjálf í ljósi Guðs og við sjáum það að hann er góður og hann vill okkur vel og hann hefur áætlun fyrir okkar líf. Amen. Og ég vil þakka ykkur bara fyrir að hlýða á og Guð blessi ykkur elsku vinir á þriðjudaginn og samkomunni eða útsendingunni lokið og við þökkum þeim sem hafa verið að horfa. En við ykkur sem eru hér segi ég á þriðjudögum og föstudögum eru bænastundir.